Gott kvöld, dagskráin hefst á fréttum. Þá þátturinn á öndverðu meiði, umsjónamaður Gunnar G. Schram. Dr. Halldór Pálsson, búnaðarmálastjóri og Hákon Bjarnason, skógræktarstjóri, á öndverðu meiði gildi skógræktar. Síðan kemur skemmtiþáttur, Lucy Ball, og þáttur sem nefnist Írsku augun brosa. Írsku þjóðlagasöngvararnir, The Dragoons, flytja þjóðlög frá heimalandi sínu. Dagskráni lýkur svo með dýlingnum. Þetta byrjaði allt 30. september 1966. Að loknu ávarpi útvarpsstjóra kom fyrsta þulan okkar á skjáinn og hún fyrsti gesturinn okkar í kvöld. Velkomin til okkar, Ása Finnsdóttir. Takk. Hvernig leiðir þetta fyrsta kvöld? Ef ég verið alveg hreinskilin, þá leið mér mun betur heldur en núna. Fyrsta kvöldið var eiginlega eins og þriðja æfingin. Ég var búin að fá 2 æfingar, sem sagt 2 kvöld. Og mér leið bara ágætlega. Það voru allir á tauginni í kringum mig. En hvers vegna fórst út í þetta? Ég var nú sumarflugfræði hjá Loftleiðum og það var að líða hausti og ég var ekki ráðin veturinn og var nú óhress með það, mér langaði að fljúga lengur. Svo vinkona mín stakk upp að ég myndi sækja sem þulur í sjónvarpinu. Mér leist ekkert sérstaklega vel á það en hún var alveg ákveðin. Hún sagði að ég væri alveg rétta manngerðin í þetta. Og hún fór og sótti umsóknareyðublað og hún fylgdi mér þessu út og sendi það. Svo hringdi Magnús Bjartreðsson í mig og ég var tekin í pröfu. Hvernig gekk? Já, það gekk nú þannig að þegar ég gekk niður tröppurnar hérna inn í stúdíóið að þá datt ég og hann greip mig, hann Magnús Selska og sagði falli farar heill. En hvernig var andrúmsloftið í sjónvarpinu þessi fyrstu ár? Það var alveg ógleymanlegt og sérstakt. Þetta var bara eins og ein stór fjölskylda. Við vorum alltaf að sprella eitthvað og það var unnið alveg fram á rauðanætur og maður var ekkert að hugsa það að stilla sig inn. En hvað þetta þá úr einhverjum svona innanhúsmyndum sjónvarpsins? Já, þetta ASA-film. Myndir svo búin til fyrir ásatíðir. Já, en þarna hafði ég greinilega ekki farið í hárgreiðslu því að það var alltaf tópur á miklu meira. Helst upp fyrir skermin. Já, það greinilega voðalega gaman þannig. Já. En var þetta ekki eitthvað sem tengdist líka á einhverja hugmyndir það var alltaf draugur á sjónvarpinu? Skilurðu voru stundum það slæm? Jú, það var eitthvað svona. En það hafa margar þulur komið við sögu sjónvarpsins og einn þeirra hafði mjög persónulegan stíl. Rósa Ingólfsdóttir.